Maður verður einfaldlega að spyrja, bara ertu með einhverjar skýringar á þessu gengi ykkar á móti Haukum? Alls enga. Þetta er bara, hugarfar í íþróttum er mjög stór partur og vera sterkur og áræðinn og það er bara hlutur sem við klikkuðum á. Skiptir það sköpum? Það var ekki körfuboltaleik þetta sem skiptir máli þessar rimmu? Nei, ég segi ekki. Við erum alltaf að klikka á sömu hlutunum. Þær eru að berjast meira en við, þær eru fastari fyrir í vörninni og þær eru sterkar í sókninni og það er bara löbbuð yfir okkur á öllum vígstöðum sem að þarf einhverja baráttu að sýna. Hvað ættu að segja atvinnumennina þína? Þær eru aldeilis ekki að standa sig í þessari rimmu. Nei, ég hef alltaf sagt það og segja hvar sem er og hvenær sem er að atvinnumennir eiga að vera bara plús við liðin. Það eru Íslendingar í liðunum sem þurfa að bera liðin uppi, bera stemningun uppi og atvinnumennir eiga að fylgja, eiga að sogast í þá umgjörð og þeir koma aldrei til með að drífa liðin áfram, svona stemningslega síðan. En þegar atvinnumaður eins og Butler virðist vera bara hálfpartinn í fílu, þetta smittar auðvitað út frá sig? Hún var bara hrikaleg í úrslitakeppninni. Jafnvel seinni hluta tímabils? Í lok tímabils, já. Ég settist niður með henni og fleiri. Hún lofaði öllu fögru og gerði ekki neitt. Heldur þú að hún verði hérna áfram? Ég hef enga trú á því. En þú sjálfur? Ég veit ekkert um það. Myndið þú ráða mig í vinnum eftir svona frammistöðu? Nei, ég veit ekki. Þú hefur væntanlega reynt að mótivera liðið og það er ekki gengið það? Já, ég reyndi að gera allt sem ég gat. En ég veit ekkert um það. Þetta er alltaf klassísk spurning. Ég veit ekkert hvað verður. Það er langt til næsta tímabil. Það er ekkert hægt að finna neitt sökudólk ennþá? Nei, ég held að sé best að allir líti bara í sinn garð.